Vorið 1992 var Erna Eyjólfsdóttir á flótta með dætur sínar tvær, 11 og 4 ára gamlar. Ástæðan var sú að barnsfeður og fyrirverandi eiginmenn Ernu, Frederick Pittman og James Brian Grayson höfðu krafist forsjárdætra hennar og höfðað mál fyrir bandarískum dómstólum í því skyni. Erna taldi einsýnt að hún myndi tapa málinu og flúði því með dætur sínar úr landi þrátt fyrir að bandarískir dómstólar hefðu lagt bann við því að hún færi með dætur sínar úr lögsögu þeirra. Þar sem Erna mætti ekki við meðferð forsjármálsins var feðrunum dæmd forsjón haustið sama ár. Þá óraði engan fyrir þeirri ótrúlegu atburðarás sem flótti Ernu átti eftir að hafa í för með sér. Þegar Erna kom til landsins óttaðist hún mjög að feðurnir reyndu að ná stúlkunum af henni og leiddi það til þess að stjúpfaðir hennar, sem var yfirmaður fríhafnarverslunarinnar í Keflavík, skildi eftir myndir af stúlkunum í tollgæslunni á Keflavíkurflugvelli og bað að samband yrði haft við sig ef reynt yrði að fara með stúlkurnar úr landi. Fljótlega eftir brottför Ernu fór faðir annarrar stúlkunnar, James Grayson, að spyrjast fyrir hvernig hann gæti fengið dóttur sína aftur, þar sem honum hefði verið dæmd forsjá dóttur sinnar og Erna hafði farið með hana ólöglega úr landi. Grayson hafði símasamband við mig. Sennilega hefur það gerst í gegnum bandaríska sendiráðið hér á Íslandi því að ég hafði unnið að málum fyrir þá áður, bara bæði sendiráðið og eins varnarlið. Ég held að það hefði gerst þannig og hann spurði mig, eða sagði mér svona málavöxtu í stórum dráttum og ég tók þetta til athugunar. Gerði hann jafnframt grein fyrir atriðum varðandi kostnað og þess háttar og í framhaldi af því hafði nú móðir hans öldruð samband við mig, en það var greinlegt að hún var svo aðili sem ætlaði að standa á bak við hann í þessum málarekstri ef að til hans kæmi. Óskar sagði Grayson einnig að málið gæti tekið tíma og sagðist Grayson síðar hafa fylgst örvæntingu við þær fréttir. Móðir Ernu Eyjólfsdóttur var á heimili sínu í Garðabæ snemma í janúar 1993 þegar bankað var á dyrnar. Fyrir utan var ensk kona sem kynnti sig sem Jackie Davies og spurðist hún fyrir hver ætti umráðarétt yfir túnum andspænis húsinu. Enska konan sagðist vera starfsmaður kvikmyndafyrirtækis og að hún væri stödd hér á landi til að kanna aðstæður fyrir töku kvikmyndar með hinum heimsfræga leikara Sylvester Stallone í aðalhlutverki. Kalt var í veðri og móðir Ernu bauð konunni inn. Konan, sem sagðist vera fráskilin, kvartaði sáran yfir því að hún væri einmann á Íslandi og talaði hversu hún saknaði 10 ára dóttur sinnar í Englandi. Jackie spurði börn gestgjafa síns og talaði að bjóða fjölskyldu hennar í mat. Einnig vildi Jackie fá móður Ernu í vinnu við gerð kvikmyndarinnar, en móður Ernu sagði það ekki hægt þar sem hún væri sjálf of önnum kafin. Daginn eftir barst móður Ernu stór blómvöndur á samtkorti þar sem fjölskyldunni allri var boðið til kvöldverðar á Hótel Sögu. Fjölskyldan ákvaða að þiggja boðið og fór Erna þangað með móður sinni og 2 bræðrum. Þrátt fyrir þetta óttaðist fjölskyldan að koma Jackie tengdist með einhverjum hætti dætrum Ernu og hafði því rætt sín á milli að hræða hana og kanna viðbrögð hennar. Þegar komið var til kvöldverðarins tók Erna af skarið og sagði Jackie að hún væri með 2 dætur bandarískra manna hér á landi og grunaði að Jackie starfaði á þeirra vegum. Jackie sagði ýmislegt hafa sagt við sig dagana en aldrei fyrr að hún væri barnsræningi. Hún væri sjálf móðir og það hvarflaði því ekki af henni að gera nokkurri manneskju annað eins og að ræna barni hennar. Fjölskyldunni þóttu viðbrögð Jackie sannfærandi og taldi sig ekki hafa sömu ástæðu áður til að gruna hann græsku.
Síðan fór Jackie að segja fjölskyldunni nánar frá kvikmyndinni og hlustuðu allir af áhuga. Myndin sem til umræðu var átti að heita The Vikings og var ein af stórmyndum ef ekki stærsta mynd ársins. Margir stóru leikarar áttu að koma að gerð myndarinnar og sagði Jackie að fyrirhuga væri að Hollywood stjörnurnar Sylvester Stallone og Kim Basinger yrðu þar í aðalhlutverkum en auk þeirra átti Sigourney Weaver að leika í myndinni. Í kjölfarið komst undirbúningur kvikmyndarinnar á fullt skrið og fleiri samstarfsmenn Jackiear bættust í hópinn. Meðal þeirra var maður að nafni Lawrence Canavan sem kynnti sig sem yfirlífvörð Sylvester Stallones. Lawrence átti að kanna aðstæður hér á landi með tilliti til öryggisleikarans og var bróðir Ernu ráðinn honum til aðstoðar. Meðal staða sem þeir könnuðu í þessu skyni var flugstöðin í Keflavík og skoðaði Lawrence meðal annars teikningar af stöðinni. Starf Ernu fólst hins vegar í því að aðstoða Jackie við að finna tökustaði en auk þess átti Erna að þýða úr ensku texta sem Kim Basinger átti að segja á íslensku. Sökum mikillar ófærðar var þó ekki hægt að komast á tökustaði og því gerðu Erna og Jackie lítið annað en að tala. Jackie fór fljótlega að tala um að fara í frí til Sviss og London í nokkra daga og vildi hún bjóða Ernu og dætrum hennar með. Erna treysti kvikmyndagerðarfólkinu enn ekki fyllilega og ákvað, eftir að það var áfært sig við foreldra sína, aðeins að taka eldri dóttur sína með, enda taldi hún mun ólíklegra að faðir hennar myndi standa fyrir skipulögðum aðgerðum til að endurheimta hana þar sem fjölskylda hans var ekki eins efnuð og fjölskylda Graysons. 20. janúar 1993, viku eftir að hún hitti Jackie í fyrsta skipti, fóru Erna og dóttir hennar til Sviss í boði kvikmyndagerðarmannanna. Þegar komið var til Sviss, hitti Erna mann sem kynntur var fyrir henni sem Mario Kassar. Mario Kassar var á þeim tíma þekkt að nafni í kvikmyndaheiminum og hafði meðal annars að framleitt stórmyndir á borð við The Terminator og Rambo. Kassar var mjög ósáttur við að fregnir af áformum fyrirtækisins höfðu borist til íslenskra fjölmiðla. Skömmu áður hafði birst frétt í Tímanum þar sem spurt var hvort Sylvester Stallone væri að bætast í hóp Íslandsvinna. Kassar ræddi einnig að þau myndu fara í veislu kvöldið þar sem margir frægir leikarar myndu verða. Í ferðinni var einnig kynnt fyrir Ernu kona sem sagðist heita June en var ýmist kölluð June eða Judy. Þegar hópurinn sem unnið hafði að undirbúningi kvikmyndarinnar kom aftur til Íslands, tók Judy á móti þeim. Kvöldið héldu þau að Hótel Holti. Þar fékk Erna eitt herbergi út af fyrir sig en dætur hennar næsta herbergi við. Kvöldið 27. janúar fóru Jackie, Erna og Lawrence út að borða á veitingahúsinu Kaffi Óperu en Judy var eftir heima og gætti barnanna. Þetta átti að verða síðasta kvöldið sem hópurinn ytti saman áður en vinna að kvikmyndinni hæfist daginn eftir. Fólkið fekk sér í glas kvöldið og fann Erna að hún var undir áhrifum þótt hún teldi sig ekki verið að drukkna. Eftir þetta héldu þau þrjú saman á hótelið þar sem gleðin var haldið áfram. Erna kvartaði fljótlega yfir því að vera með höfuðverk og rétti Jackie henni þá 2 töflur sem hún sagðist taka sjálf og væru óbrigðult ráð við timburmönnum. Í framhaldinu var Erna mjög syfjuð. Hún gekk að herbergi dætra sinna og sá að þær voru sofandi en síðan fór hún sjálf í háttinn. Sömu nótt renndi hvítur jeppi í hlað fyrir utan Hótel Holt. Sveinn Ólafsson, þá næturvörður á Hótel Holti, var á vakt nóttina. Ég var náttúrulega ekki út á gangstétt, ég var hérna innandyr að svona afgreiða fólkið út og sé þetta allt bara í gegnum dökkt gler sem hérna í dyrunum í andyrinu. Einn úr hópnum kemur að gera upp reikningana út af því að þau voru skráð út að þau var að fara út af hótelinu þann morgun og ég tek saman reikningana og gera þá upp og fæ þá greiðslu og hann spyr mig hvort að það sé ekki rétt að hér sé nokkuð góð konjakstofa, hvort ég geti kynnt fyrir honum hvað inn á þeirri stofu og vil greinilega leiða athygli mína frá með akkúrat á meðan er verið að fara með stúlkurnar en hann hefur auga á því sem er að
fer fram í andirinn á meðan og ég taldi víst að hann væri bara að svona vita hvað væri til hérna inni og ætlaði síðan að hlaupa út í bíl þegar hinn var að fara, sem hann gerði. Sveinn myndi fólkið á að lyklum hefði ekki verið skilað en maðurinn sagði það í lagi þar sem þau kæmu flutt aftur en það væri hluti af hópnum en sofandi upp á herbergjum. Þegar Erna Eyjólfsdóttir vaknaði morguninn vitjaði hún samstarfsmanna sinna og fékk lykla að herbergjum þeirra. Í ljós kom að fólkið var á bak og burt. Erna fór þó strax inn í herbergi dætra sinna. Þegar hún kom inn í herbergið sá hún að þær voru horfnar en á borði hafði verið skilin eftir miði frá Lorenz sem sagðist hafa farið út með börnin. Það fyrir að renna fyrir henni ljós hvað hefði gerst og hún bara brotnaði gjörsamlega saman þarna fyrir framan mig og hún segir að þeim hafi verið rænt og ég var að hjálpa henni. Ég náttúrulega sting strax upp á því að það verið hringt á lögregluna en hún vildi það ekki, hún vildi ekki það fréttist. Það var eitthvað sem að ég vissi aldrei nákvæmlega hvað var sem að fékk hana til þess að hún vildi ekki strax hringja á lögregluna. Vildi fyrst hringja í stjúpföður sinn sem var að vinna út á Keflavíkurflugvelli og vildi líka hringja á hótelin hérna í kring sem við gerðum. Hringdum á hótel Esju til aðtúga þau og síðan var það náttúrulega ljóst í þessu mikla sjokki sem hann að þær verði ekkert stöðvaðar eða þetta fólk verði ekkert stöðvað með stelpurnar nema að það verði hringt á lögregluna. Maðurinn sem kynnt hafði sig sem Mario Casal kom í Leifsstöð snemma morguns þennan dag. Með honum í för var yngri dóttir Ernu, Anna og faðir hennar James Brian Grayson, sá hinn sami og leitað hafði eftir aðstoð Óskars Magnússonar lögmanns nokkrum málum áður. Mennirnir áttu pantað fara til Luxemburgar með vél flugleiða klukkan 7:20. Þeir skráðu sig í flugið en þegar þeir ætluðu að ganga í gegnum tollliðið ásamt dóttur Graysons var þeim sagt að óskað hefði verið eftir því að barnið færi ekki úr landi. Mennirnir mótmæltu þessu, sögðu barnið vera bandarískt og sýndu tollgæslumönnunum skjöl forræði föðurins. Starfsmenn tollgæslunar tóku þó mótmæli þeirra ekki til greina, heldur færðu þá til varðstofu þar sem þeim var haldið uns lögreglan á Keflavíkurflugvelli kom og handtók þá. Fljótlega kom í ljós að maðurinn sem hafði kynnt sig sem Mario Casal var ekki sá sem hann sagðist vera og tilgangur ferðar hans hingað til lands annar en gerð stórmyndar. Skömmu eftir að Grayson hafði rætt við Óskar Magnússon leiðir til að ná dóttur sinni aftur sá fjölskylda hans sjónvarpsþátt þar sem fjallað var fyrirtæki að nafni CTU sem bauð upp á óvenjulega þjónustu. Starfsmennirnir voru flestir fyrirverandi sérsveitarmenn úr bandaríska hernum og tók fyrirtækið að sér margs konar áhættusöm verkefni. Þekktast var fyrirtækið fyrir leynilegar aðgerðir sínar í því skyni að endurheimta börn bandarískra foreldra sem höfðu verið numin ólöglega á brott frá Bandaríkjunum en sum málanna höfðu vakið heimsathygli. Grayson hafði samband við Pittman, föður eldri dóttur Ernu og komust þeir að samkomulagi að fela CTU það verkefni að endurheimta stúlkurnar frá Íslandi. Í framhaldi af því annaðist Grayson viðskiptin við CTU og fól þeim verkið. Í janúar 1993 höfðu starfsmenn CTU samband við Grayson og sögðu honum að nú gæti hann komið til Íslands. Þegar komið var til Íslands var Grayson ekið á hótel þar sem honum var sagt að bíða frekari fyrirmæla. Svipað leyti kom hingað til lands maður sem var heilinn á bak við alla starfsemi CTU. Maðurinn sem kom að fram sem Mario Casal hét réttu nafni Donald Michael Feeney. Feeney, sem var stofnandi og eigandi CTU, átti að baki langan og ævintýralegan feril í bandaríska hernum. Feeney var einn fyrstu liðsmanna hinnar svokölluðu Delta-sveitar sem skipuð var sérþjálfuðum hermönnum Bandaríkjahers.
Meðal verkefna sem hann hafði unnið að var misheppnuð tilraun til að bjarga gíslum úr sendiráðu Bandaríkjanna í Íran árið 1980, þar sem nokkrir sérsveitarmenn létu lífið. During the abort, while the planes were taxiing, one helicopter took off before he was supposed to, and he got vertigo. You had the props blowing sand across his face, and then you have him blowing sand up in the air. He got total vertigo, and he didn't watch his instruments, and he made a blade strike onto the wing of the C-130, which killed 7 people. And I was in that plane, and we got out, all of us got out, and then we also got on the plane to get out of there. Eftir að Feeney hætti í hernum, fékk hann nokkra fyrirvinnandi félögum úr sérsveitunum til liðs við sig og stofnaði með þeim fyrirtækið CTU. Afrek fyrirtækisins höfðu spurst víða og fjallað hefði verið starfsmenn þess sem hetjur í bókum og bíómyndum þegar Grayson leitaði á náðir þeirra. My first question was like, so big deal, did they go to Iceland and they visit? There's no problem with that. You can go up to Iceland and visit. It's a European country. You might even be able to get a court order. And by that time, I had the cops do some checking, and she had been in a rehab program in Florida, and of course, your doctors are very careful of what they put on paper, but we got a hold of some papers, and it showed that she was deeply involved in drugs. We figured that it was important enough to take to help the girls get them back to a family environment. But I was involved in another mission in Pakistan, which was very, very in-depth, and it was a large team, and I was handling that. So we sent a different team up here besides me. I wasn't on the team that came up here. Starfsmenn Feeneys settu sig í samband við Ernu og höfðu ofið mikinn blekkingarveif. Markmiðið í upphafi var að fá Ernu ásamt að báðum dætrunum úr landi og ná þeim af henni þar. When I got to Switzerland, I'm expecting to see this thing over with, and it's not. The problem was that when they came back, there was a severe shortage of money. Well, when we got back to here and we started counting pennies, we realized we didn't have enough money to continue on. We had a plan to fly out with a private plane, which we had a pilot lined up ready to come on over from Europe. But the weather was too bad for a small plane. You had to have a fairly large-sized plane to do it, and we didn't have the funds for that either. So with all considered, we decided at the time the team got together and felt that they had enough time, and the kids were now in one location. They were together, so let's go ahead and take them out on a commercial flight. Þegar Feeney og Grayson hugðust ganga í gegnum vegabréfsskoðunina, hafði samstarfsfólk Feeneys þegar komið sér fyrir borð í Boeing-vél flugliða. Með þeim var eldri dóttir Ernu. And then when Brian went to the window, there was a problem. And I realized the minute he stepped up to the window and the guy at the customs window turned around and said something to the guy behind him, and they immediately got on the phone. So not knowing a word of Icelandic and not even trying to understand, just watching body language, I walked up behind Brian and I said, it's getting ready to go bad. And I said, just remain calm. We'll play this by ear. Á sama tíma og Feeney og Grayson voru í haldi var vél flugleiða komin út á flugbrautina að undirbúa flugtak með samstarfsfólkinu og dóttur Ernu innanborðs. Þegar þarna var komið sögu, lágu litlar upplýsingar fyrir atvik málsins og taldi lögreglan því ekki vera næg efni til þess að stöðva vélina í flugtaki. Vélin lagði því af stað, áleiðis til Luxemborgar, en frá Luxemborg átti fólkið síðan pantað far til London. Þegar mál sem íslenska lögreglan hefur með höndum fara úr hennar lögsögu, kemur málið til kasta alþjóðalögreglunar Interpol. Smári Sigurðsson hjá embætti ríkislögreglustjóra tengiliður Interpol á Íslandi og kom málið því inn á hans borð. Daginn sem að þetta átti sér stað, hringdi ég í svokallaðan European Contact Officer Interpol í Luxemburg. Það svona net tengiliða Interpol alla Evrópu sem að menn sem eiga geta brugðist við ef einhver svona
skyndiverkefni koma upp. Þessi maður, hann kom mér í samband við rannsóknarlögreglumann í Luxemburg sem að reyndar í fyrstu taldi nú litla líkur á því að þeir gætu orðið við beiðninni. Vélinn var það bil að lenda og átti eftir klukkutíma eða eitthvað slíkt til Luxemburgar. En lofaði samt að fara út á flugvöll og kanna málið. Þetta leiddi til þess að fólkið var stöðvað á vellinum. Lögreglan í Luxemburg yfirheyrði fólkið við komuna þangað. Þar tjáði Judy Feeney í lögreglunni að þau Lawrence og Jackie væru að flytja barnið til Bandaríkjanna samkvæmt skipun föður þess en gegn vilja móðurinnar. Við yfirheyslur greindi Judy frá því hvernig hópurinn hefði nálgast Ernu með því að þykjast vera á vegum kvikmyndafyrirtækis og bjóða henni starf hjá fyrirtækinu. Auk þess sagði Judy að hópurinn hefði tekið eftir því að barnið sætti harðræði af hálfu Ernu. Þegar dóttir Ernu var spurð tilgang fararinnar, sagði stúlkan sig vera á leið til London ásamt kunningi móður sinnar, en móður sín væri að flytjast þangað vegna starfs. Aðspurð taldi stúlkan að móður sín hefði mistað flugvélinni en kæmi með næstu á eftir. Þegar stúlkunni var aftur á móti sagt frá raunverulegum tilgangi fararinnar var hún skelfingu lostin og ekki í rónni fyrr en lögreglumennirnir höfðu fullvissað hana að hún fengi að fara aftur heim til Íslands. Stúlkan sagði einnig að það væri ósatt sem fólkið hefði sagt lögreglunni að móðir hennar legði hendur á hana. Þar sem stúlkan var ekki í fylgd forðamanns var hún send aftur til Íslands. Þremenningarnir, Judy, Jackie og Lawrence fengu hins vegar að fljúga áfram áleiðis til London þar sem lögreglan í Luxemburg taldi sig ekki hafa nægilega ástæðu til þess að handtaka þau. Feeney og Grayson voru strax eftir handtökuna úrskurðaðir í gæsluvarðhald og farbann og í kjölfarið ákærðir og dæmdir fyrir barnsrán. Málið vakti strax mikla athygli bæði hér heima og erlendis og fylgdust fjölmiðlar grannt með réttarhöldunum. Erlendir fjölmiðlar höfðu svona töluverðan áhuga á þessu svona frá þessu lögfræðilega sjónarhorni. Now many are asking why is Don Feeney still in jail in Iceland? No one really knows since no laws were actually broken and James Grayson is the legal guardian of the two girls. Þetta var mjög sérkennilegt að ríki, svona vestrænt ríki á þessum menningarstað sem við teljum okkur vera. Þeim fannst það mjög sérkennilegt að það skildi taka þetta mál þessum tökum. A Fayetteville-based commando outfit that finds children who have been illegally taken out of the country is captured in Iceland. En síðan höfðu þau náttúrulega áhuga á svona þessum hasarderaða umhverfi sem hafði skapast, þessu leikriti sem var undanfari atburðanna og svona hvernig þetta gerðist. This woman took her kids and moved to Iceland, leaving her ex behind. The FBI couldn't help, the State Department couldn't help. So he hired this commando team. They went to Iceland, posed as movie makers for Sylvester Stallone, then tried to kidnap the kids. What happened? Brian Ross reports. Rambo goes to Reykjavik. Það eðli fjölmiðla og ekki síst þegar þeir eru amerískir þá verður það náttúrulega spennandi. Ýmsum þótti athyglisvert að faðir annarra stúlkunar, James Brian Grayson, skildi dæmdur fyrir barnsrán, enda þótt sýnt væri að hann hefði forræði dóttur sinnar samkvæmt bandarískum lögum og að Erna hefði numið stúlkuna ólöglega úr landi. Vakti þetta athygli ekki síst með tilliti til sambærilegs máls sem hafði komið á Íslandi og mikið var í umræðinu á þessum tíma. Ég held að Grayson hafi átt mikla samúð hér í fjölmiðlum. Ég tel mig hafa orðið mjög varan við það. Það var reyndar þannig að við ákváðum það strax að hann skildi ekki vera að tjá sig við fjölmiðla og það var mjög hart að hann sótt en við töldum það óheppilegt. En ég fann það samt í fréttaflutningi að menn skildu þessa aðstöðans og sennilega vegna þess að við vorum náttúrulega með íslenskt mál Sofía Hansen á sama tíma út í Tyrklandi og auðvitað hafði Sofía samúð ekki bara fjölmiðla heldur allrar þjóðarinnar og í sjálfu sér ég var engin munur á þessum málum svona stórt séð þannig að það var voða erfitt annað en að svona hafa þannig umfjöllun þetta.
What do you think will be the reaction back in the United States? I'm sure there'll be quite an uproar. This has gathered a lot of attention. It's a ridiculous situation. I'm not a judge, but I would say that's physically impossible for a father to kidnap his own daughter. I've got equal custody here in this country, supposed to anyway, even though I've been denied visitation, denied telephonic conversation, anything. Complete denial. That's child abuse. The child is suffering mental and emotional abuse, and it's at the hands of her grandmother, Ronvig, and her grandfather, Carl Goodman or Carl Johnson, and her mother, Erna Eosdóttir. It's just strict child abuse. Hæstiréttur tók sérstaklega fram í málinu að það breytti engu sektarmannanna að bandarísku feðurnir hefðu haft forsjá dætra sinna enda væru úrskurðir bandarískra dómstóla ekki viðurkenndir hér á landi. Á þessum tíma var þó í gildi alþjóðlegur samningur kenndur við Haag í Hollandi sem kveður á það að ríki skuli afhenda börn sem numin hafa verið ólöglega á brott milli landa. Ísland hafði ekki gerst aðili að samningnum á þeim tíma sem dómurinn féll en það hins vegar í dag. Hefði Ísland verið aðili að samningnum á þeim tíma hefðu málalyktir hugsanlega orðið aðrar. There's absolutely no proof at all in what was said, and strictly speculation. If the people are happy with that, then fine, I'll do my time, and when I'm done, I'll leave. Það var þetta fullt einkennilegt í þessu máli og eins og gjarnan og það var þetta alveg furðulegt að tollgæslan á Keflavíkurflugvelli þeir sem þar voru fyrir þegar þetta gerðist skildi taka við fyrirmælum og verslunarstjóra í húsinu. Það gerist sjálfsagt hvergi nema hér. Hi. I'm okay. How about you? In the meantime, the Feeneys are able to speak with Don from his jail cell while an Icelandic judge decides his fate. How's your spirit? Good as can be. You know, not a problem. I'm just waiting for the time here. I think what we did was the way it went, the way it's going now is good, and I don't think we have a problem. Dear Mom, as I said here in an 8x10 cell, Don's Brooklyn mother holds tight to the letter he recently sent from Iceland and to the hope someone will bring her son home. Fangavist Feeneys kom sér illa fyrir fyrirtæki hans. Í ágúst 1993, þegar Feeney hafði setið nokkra mánuði í fangelsi, fékk hann símtal frá konu sinni Judy sem lýsti bágri stöðu fyrirtækisins. Feeney þótti þá ljóst að hann ætti ekki nema einn kost að velja. Every morning when the guards came in and opened my cell door, the blanket was pulled over my head, my coffee pot was on, and my leg was sticking out. Every morning. And the guards got used to seeing that. Well, when they opened my cell that morning, Saturday morning, they opened the cell door, they looked in, there was my leg sticking out, blankets were pulled over my head, my coffee pot was on. The only difference was it was a mannequin, it wasn't me. Okay? What caused the problem was we didn't reset the locks properly, and when the guard walked over to Jan's room, he went to put the key in, and it wasn't quite right. And after you do something for 20 years, if it ain't quite right, you know it's wrong. So he unlocked it, looked in, seen what he thought was Jan, closed the door, took 2 steps away from the door, and he said, open the door again, and then called Jan's name out. And Jan was a very bad waker-upper. When you woke him up, he screamed and hollered, you know, get away from me, and there wasn't a word. And the guard said, as soon as Jan didn't scream, I knew you were gone. Ekki vita nákvæmlega hvenar fangarnir struku frá Litlahrauni, en víst þykir að þeir hafi brotið sér leið út úr klefum sínum og jafnvel notið aðstoðar samfanga við það. Tilkynnt var strokið upp úr klukkan 8 í morgun. Þá hófst skipuleg leit, myndum af strokuföngunum var dreift á afgreiðslustaði flugfélagana og báru starfsmenn Íslandsflugs kennsla á fangana. Þeir höfðu tekið sér far til Vestmannaeyja, en þar beið þeirra flugvél sem þeir höfðu tekið á leigu og átti vélin að flytja þá til Færeyja. Lögregla handtók mennina mótspyrnulaust við komuna til Eyja í morgun og þaðan voru þeir síðan fluttir í Síðumúlafangelsið í Reykjavík. 23. janúar 1994, ári eftir atburðin á Hótel Holti, var Feeney síðan veitt reynslulausn af eftirstöðum dómsins og fór hann af landi brott. Nokkrum mánuðum síðar féll dómur Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem Ernu Eyjólfsdóttur var dæmt fullt forræði yfir dóttur hennar og Greysons og hefur Erna haft stúlkurnar hjá sér síðan. Málinu var þó ekki fyllilega lokið.
Í júní 1993 höfðaði Fredrik Pittman, faðir eldri dóttur Ernu, skaðabótamál á hendur flugleiðum fyrir að hafa leyft Ernu að ferðast úr landi þrátt fyrir farbann dómstóla og þá andlegu áþján sem þetta hefði valdið honum. Í febrúar 1997 komst kviðdómur undirrétti að þeirri niðurstöðu að flugleiðum bæri að greiða 1 milljarð í bætur vegna þessa. Flugleiðir áfrýjuðu málinu og féll dómur þá félaginu í vil. Donald Feeney sneri aftur til Íslands snemma í mars síðastliðnum í tilefni af gerð þessa þáttar. Þá voru meir en 7 ár frá því að honum var veitt reynslulausn úr fangelsi. Þegar komið var að Litlahrauni rifjaði Feeney upp flóttann. Did the homework on this, did a good job. The fence line is properly set up. The barbed wire is set in the right positions. The spacing is good. The lighting is excellent. I mean, it would be very hard. When we got out, there was no lighting. We came out the front door and traveled all the way across here. The fence line was pushed in more. And then jumped over the fence. There was only one fence, and it was total darkness. There was no lights here at all. And we laid in that ditch right over here for about 15 minutes to make sure nobody seen us. And as luck would have it, some party goers were coming by, and one of them stepped on us right over here. And they kept going, but it was so dark you couldn't see anything. Now with all the lighting and everything else set up, you have a hard time getting out of here. I'm glad they did this after I was gone. So now the mission goes bad, I wind up in jail, but what happens? The grandparents step in, and the grandparents just about control the family now, and they take care of the children, and now what's happened, rather than take the children back to a different area, they are being taken care of here. The main goal was still affected. The children were taken care of. That's all that was really important. And if I have to, spend a year behind bars and say 2 children's lives are better off, I'm happy. I have no problem with that. I knew the risk when I was getting into it. I mean, I'm a big boy. I know what the risks are. Við gerð þáttarins náðist samband við fjölskyldur bæði Pittmans og Graysons. Góð samskipti eru milli fjölskyldnanna í dag og hefur Grayson meðal annars fengið að heimsækja dóttur sína. Báðar fjölskyldurnar kváðust þakklátar fyrir það umburðarlyndi og skilning sem Erna hafði sýnt þeim í framhaldi málsins og eru sammálum að Erna hafi reynst dætrum sínum góð móðir og búið vel að þeim í alla staði.